Já, fundarstjóri, ágætu fundarmenn. Ég vil byrja á því að óska hér verðlaunahöfum í hrossaræktinni, eigendum heiðursverðlauna hrísna, til hamingju með frábæran árangur og þeim búum sem voru hér tilnefnd og þá sérstaklega sigurvegarunum. Ég held að við ætlum að gefa sigurvegarunum gott klapp hérna fyrir 25 sín hross. Það nú ekkert smá afrek að draga fram til sýningar 25 úrvalshross. Það þarf mikið til. Og að megninu til gerir kallinn þetta Bergur og að Úli hjálpar auðvitað, 16 aldri, að mér finnst það frábært. Ég er bara svo hræddur í þessi þjóðfélagi sem við erum að banna börnunum að keppa 10 ára að það verði sett einhver kvóti hvað þeim vera gamlir. Þá er ég vona góð að þú og Diddi, en mér finnst þetta frábært framtak. Ég hef nú viljað sjá líka kannski svona aðeins líflegri umræðum, ég hef svona dapurt að fólk svona eiga að vera snarpara að tjá sína skoðanir og það brennur svo mikið á okkur í þessari grein ef við ætlum að lifa á hann til framtíðar og það var svo margt sem kom fram fyrr í gær. Ég var nú ekki hálfan sólarhring á fundinu, ég fór heim 8, þess vegna er ég kannski fyrstur að koma í pontu en ég vil nú þakka frábær erindi. Ég verð að segja eins og ég er búinn að bíða svolítið eftir þessu sem það hefur verið að gera og finnst það frábært þegar við þurfum að skoða hlutina svona vísindalega og markvisst og þú sannarlega gerðir. Það er fram að gera þetta að mikið alúð og kemur með niðurstöður sem að ég leist mjög flott í. Það er eiginlega frábæra. Við vitum þá eins og sem vita sem við erum með hross í þjálfun og ætlum að ákvöstum árangri að þetta er heilmikið álag. Það þarf mikinn tíma við uppbyggingu þjálfunarsgripa og við fengum svona staðfestingu á ýmsu sem við höfum kannski svona þóst vita sem er mjög jákvætt. Ég hveti til að halda áfram og víkka sviði. Fyrir mér er kannski niðurstaðan sú og ég anda þess sem að koma í gær, við höfum ekki að vera á Hringvöll því við þurfum ekki að tekja andankastinn á milli ákasta og krafna og við höfum að hætta yfirlitssýningum. Þetta kom nú allt fram í gær vegna þess að það er engin tilgangur í því að vera að þeyta hest í mjólkursýru til meiri afkasta deginum seinna. Þetta les ég fyrst og fremst út úr því sem hún er að gera ásamt ýmsu öðru sem hefist vera athyglisvert og þetta framtak er frábært. Og ég vil sjá meira af þessu, við þurfum á því alltaf. Nú, ég er nú svo gleymin að ég þarf ekki að rifja upp því nú svona var nú ekki búin að undirbúa mig sérstaklega. En að fara aðeins yfir sviðið. Það var í gær heldur en ekki sjokk fyrir okkur á fundi fyrir Sossabænda þegar Ágúst hélt erindu það að við þetta væri að fara bara í endalokin. Við erum að tapa sýnilega forystun í hrossaræktinni að hans mati. Erfðaefni mun færast mikið meira á hendur það besta erlendist til og þeir munu trúlega bara stinga okkur af í ræktuninni. Ég svo sem trúist ekki alveg svona eins og læt upp vegna þess að ég veit að niðurstöður dóma erlendis frá eru sumir til aflandsgengisdómar. Svona 65% held ég að það er svona aflandsgengi á dómum og ekki alveg alltaf en oft er það, hefur verið. Þeir eru stundum á öðru gengi heldur en hér heima. Það vitum við. Þess vegna hefur leggja mikla áherslu á það að samhæfa þetta dómkerfi ennþá meira og miklu meira heldur en í dag. Það er alveg forsenda þess að volkfengur verði algjörlega marktækur. Hann er það ekki nóg í dag, það er alltaf mikla skekkjur. Það er líka skekkjur hjá okkur innan sýningana, milli dómnefndanna og það má gera miklu betur. Og ég held að dómarnir hér þurfi að fara í svona naflaskoðun og fara ofan í það, getum við ekki bætt okkur, hvernig getum við fært okkur í ennþá nært þessu verkefni að kryfja það að meiri nákvæmni eftir að við gerum í dag. Ég er ekki að segja þessi ómögulega gert, alveg, en það er að gera betur. Og það er langt í frá að þetta sé alveg út á túnni. Það er ekki mín menning, en við getum svo einfallega gert betur, nálgast þetta betur, greint verkefni að meiri skerpu og hugsa okkur alltaf hvað við getum bætt frá ári til árs í þessu. Það eru staðreyndir.
En með erfðaefnið, það sem liggur alveg fyrir að þeir hafa aðgang að því, útlendingarnir, kaupa hratt hér stóðhesta sem betur fer þá greinin súrefni, sem hún nauðsynlega þarf. En það sem að ég sé líka, það sem hraðast gerist í þessu, að erfðaefni klárhestara fer hraðast úr landi, þeir fara mjög hratt. Þannig að það verður mjög stutt í það held ég að þeir þurfa ekkert að sækja kannski neitt stíft í það. Ég held að það verður fyrst að ná afgerandi stöðu þar. Ég sé það alveg gera. Við erum að ýta klárhestunum út á landsmótunum. Við erum að ýta þeim svona til hliðar, okkur finnst að vera aukaafurð eða allavega fagrafórmannum. En ég er ekki á sama máli. Ég er mikill áhugamaður íslenska alþýðuhestsins. En ég er ekki viss að ræktunarmarkmið Fagráðs sé þannig að þeir ætlist til að við séum að keppa í B-flokk eða fjórflokk. Ég held að við lesta þá, ekki nema þá bara þeir ætla okkur að gera það bara á alþýðuhestunum. Sem ég tel er rangt. Ég held að erfðaefni góðra klárleysa, hrossa þurfa að vera til inn í stofnunum og við eigum að horfa á það sem slíkt að þetta er mikið verðmæti. Það er ekki rétt að ýta þessum frábæri söluvöru með þessum hætti frá markaðsglugga mótana því greinir þar súrefni. Og það veit ég að verðmætustu hestarnir, auðvitasta söluvaran er flottur fjórgangshestur. Og við verðum að markaðstengja ræktunarmarkmiðið. Við verðum á arðsemi út í greininni, við verðum að fá okkur að framleiða. Annars deyrir þetta allt saman. Annars verðum við bara að sitja fagráð undir menntamálaráðuneytið við hliðina á Þjóðminjasafninu og hafa þessa flottu ímynd hestsins ef við ætlum ekki að sjá þessu fyrir súrefni. Og við erum verulega að hugsa þetta í dag. Og þetta kom mjög sterkt fram í gær hjá honum Ágústi að við værum ekki að hapa þessari forystu. Og ég held við höfum að setjast alvarlega yfir það sem þar kom fram og átt okkur á svona stöðu málana. Ég man nú ekki hvað ég ætla að fara lengra í þessu, ég vil hvetja menn til þess að hugsa það hvernig þessi raunverulega staða okkar og hvað við erum að horfa í framundan. Við þurfum nefnilega að hugsa fram í tíma hvernig mun reiðmaðurinn og kaupandinn að íslenska hestinum hvaða kröfu gera hann eftir 5, 10, 15, 20 ár og þangað eigum við að stefna. Enn og aftur ræktendur til hamingju með frábæran árangur og takk fyrir mig.